En næstur í pontu Björgvin Skúli Sigurðsson. Hann framkvæmdastjóri markaðs- og vöruþróunarsviðs Landsvirkjunar. En hann ætlar að segja okkur frá loftslagsmálum tengdum raforkuframleiðslu. Gjörðu svo vel. Ágætu gestir. Mér langar til að byrja því að þakka Landsbankanum fyrir að bjóða mér og Landsvirkjun að koma hér og ávarpa fundinn. Þetta mikilvæga málefni sem að snertir okkur öll, hvort sem við erum hér viðstödd í dag eða búum á Íslandi eða á allri jörðinni. Ég ætlaði að nýta þetta tækifæri hér til þess að ræða orku eða sýn orkuiðnaðarins eða viðbrögð orkuiðnaðarins við Parísarráðstefnunni. Erindi mitt verður ekki Ísland, það verður ekki hvernig Íslendingar geta mögulega brugðist við. Það sem ég ætlaði að fókusera á hvernig veröldin að bregðast við í kjölfar Parísarsamkomulagsins og reyndar áður heldur en að það kom til. Það þrennt sem að mig langar til þess að segja ykkur frá í því samhengi. Það svo áhersla alþjóðasamfélagsins á grænni leiðir til þess að afla raforku. Það áhersla og tækifæri Íslands varðandi betri nýtingu á jarðvarma á Íslandi og síðustu langar mig til að koma inn á það verkefni að breyta samgöngum og komast í gegnum orkuskipti í samgöngum sem að Brynhildur kom reyndar svolítið inn á hérna rétt áðan. En það ágætt að byrja á því að spurja sjálfan sig af hverju verið að þessu. Og hér ein myndin sem sýnir þetta mynd frá PricewaterhouseCoopers. Með núverandi framþróun erum við ekki að ná því markmiði að halda hlýnun jarðar innan 2 gráðu á Celsius. Það vandamál heimsins, það ekki bundið við Ísland og við þurfum í sameiningu í öllum heiminum að vinna að því saman ef við ætlum að ná þessu markmiði. Þetta ekki, ég ekki að fatta þetta sjálfur, það mér klárara fólk og ekki síður mér ríkara fólk sem hefur fundið þetta út líka. Fyrr í þessum mánuði þá hélt Bill Gates, eða gaf hann út árlega bréf sitt sem hann skrifar til veraldarinnar, að hann og kona hans gera það í krafti góðgerðarsamtaka sinna. Hann setti núna í ár fram þessa jöfnu til þess að útskýra hvernig koltvísýringur verður til í veröldinni. Það people, sem P-ið, sinnum sú þjónusta sem hver einstaklingur í veröldinni vill fá og eigna sér, að sama hvaða tagi hún Svo þarf að margfalda það með orkunni sem fer í það afla þeirra þjónustu og að síðustu þarf að margfalda það með þeim koltvísýringi sem verður til við orkuöflunina. Þar með fáum við koltvísýringin sem verður til af veru okkar hér á jörðinni. Þetta handskrifaðar nótur frá honum sjálfum. Ég fékk ekki beint, heldur þetta að vefnum hjá þeim. Bill Gates spáir því að mannfjöldinn fari vaxandi á jörðinni, þjónusta sem hvert okkar sem við teljum okkur eiga rétt á fari vaxandi líka. Eitthvað mun orkuöflunin per þá þjónustu einingu minnka, en þá lykillinn að því að hvernig við ætlum að ná því markmið að minnka koltvísýringinn, hvernig við öflum orkunar og hver útblásturinn við að afla hverjar orkueiningar. Alþjóðasamfélagið hefur nokkur ára skeið markað sér stefnu í því hvernig við getum náð þessu markmiði. Lykillinn að því mjög athyglisverður fyrir okkur hér á Íslandi. Og hann að miklu leyti til tengdur raforkuvinnslu. Hér típisk mynd það hvernig vestrænar þjóðir ætla sér að ná markmiðum sínum minnkun gróðurhúsalofttegunda. Þessi mynd úr einni sviðsmynd frá Bretlandi, en myndirnar svipaðar allan heim. Rauði hlutinn hér á þessari mynd útblástur af völdum rafmagnsvinnslu, raforkuvinnslu í Bretlandi. Áhersla Breta augljós. Þeir ætla sér að minnka útblásturinn sem kemur vegna orkuvinnslu þeirra, raforkuframleiðslu í Bretlandi.
Það er ástæði fyrir þessu. Ástæðan er svo að það vill til að það er tiltölulega einfalt að eiga við útblástur vegna raforkuvinnslu. Það er mun flóknara mál að eiga við margar aðrar, mikið annað af þeim útblástus áhrifum sem hér koma fram á myndinni. En það er líka augljóst að mengun út af raforkuvinnslu er mjög veruleg hjá hinum vestræna heimi. Þetta er niðurstaða hjá The World Bank og sýnir svipaða mynd. Þetta er útblástur út af orkuöflun, power generation, fyrir þjóðir. Það er búið að bremsa af aukninguna í útblæstri út af raforkuvinnslu að miklu leyti, en þó er það þannig hún heldur áfram að vaxa og þið sjáum síðan hvernig náttúrulega Kína hefur stækkað í þessu hlutfalli á meðan önnur lönd hafa verið að minnka vægi sitt hér á Vesturlöndum. Og hvað telur the International Energy Agency í þessu tilfelli að þessar aðgerðir muni kosta okkur? Þeir telja að þetta geti kostað okkur $13,5 trilljón fram til 2030. Þetta er tala sem er engin leið að skilja. En það segir okkur samt hversu mikið þarf að leggja undir og hversu mikið við þurfum að leggja undir til þess að reyna að eiga möguleika á því að ná þessu markmiði. World Bank hefur á sama hátt metið hvernig við getum reynt þetta í sameiningu hér sem íbúar jarðarinnar. Þeir segja að þetta sé bæði tækifæri en ógnun fyrir það sem þeir kalla prívatsektor, sem eru prívat fjármögnunaraðilar. En þeir benda aftur á mikilvægi þess að ná utanum endurnýjanlega orkugjafa. Þar er vaxtarbroddurinn og tækifæri veraldar til þess að takast á við loftslagsbreytingar. Þeir kalla ennfremur eftir því að þjóðir heimsins nái saman hvernig þau ætla í sameiningu að ná þessum markmiðum. Og við sáum náttúrulega í París að það gekk mjög vel svo langt sem það náði, en það er ennþá eftir að svara ýmsum spurningum það hvernig við ætlum í sameiningu að stíga fram. Svo við komum síðan inn á fjárfestahlið málana, því við erum nú hér hjá Landsbankanum, að þá er á sama hátt, hérna nú tilvitnun í tímaritið Institutional Investor, að þeir eru að benda á og spyrja hvernig finnum við tækifæri fyrir fjárfesta, og eitt af lykilsvörunum er að fara að verðleggja, að þjóðir heims komi sér saman það að verðleggja útblástur á koltvísýringi. Þannig getum við stýrt fjárfestingum á þá staði þar sem að þeim er best fyrir komið. Og með þessari leið sem að bæði kallað er eftir hér og var talað mikið á Parísarráðstefnunni eins og Brynhildur kom inn á, er verið að reyna að hvetja þjóðir heims í sameiningu til þess að finna hagkvæmustu lausnirnar á þessu stóra vandamáli. Í fjárfestingaheiminum eru nú þegar farin í gang stór verkefni og hafa verið til sjálfsögðu undanförnum árum. Hér er glæra frá því í gær frá vefsíðunni Climate Action, þar sem að verið að fylgjast með því hvernig fjárfestingar eru að verða til og hvernig fólk er að fjárfesta og fyrirtæki og þjóðir í því að ná þessum markmiðum. Og við sjáum hér bara frá í gær og fyrradag er mikið af verkefnum þar sem fólk er að vinna áfram að því að ná markmiðum og sérstaklega með því að fjárfesta í endurnýjanlegum raforkugjöfum og endurnýjanlegum orkugjöfum. Og þetta er ekkert annað heldur en að fletta þessum fréttamiðli til að sjá hverslags ofboðsleg áhersla er á fjárfestingu á þessu sviði. Og þá er spurningin fyrir okkur Íslendinga, hvernig pössum við inn í þessa mynd? Loftslagsmál eru ekki einangruð fyrirbæri fyrir Ísland. Við getum að sannarlega gert margt hér með okkar eigin fyrirtækjum, en við náum langmestum árangri í samvinnu við aðra þjóðir. Og að þessu leyti má til dæmis benda á að tækifæri okkar til orkuvinnslu með endurnýjanlegum orkugjöfum eru nokkuð einstök. Af því að það kom reyndar fram hjá Brynhildi áðan
að útblástur Íslands hefur sannarlega aukist á undanförnum árum, en þó má benda á það að með Fljótsdalsstöð, sem að flestir og margir kalla Kárahnjúkavirkjun, hún mengar þegar allt tekið tillit til alls, meðal annars lónsins sem var lagt undir fyrir virkjunina, fyrir Hálslón, að þá losar Fljótsdalsstöð á líftíma sínum 0,3% af því sem að sambærileg kolaorku vinnsla hefði gert annars staðar í veröldinni. Þetta gríðarlegt framlag Íslands til þess að minnka útblástur koltvísýrings, að því gefnu að við trúum því að álið hefði verið framleitt á einhvers staðar annars staðar. Fyrir Ísland og upp á fjárfestingar að gera í okkar geira því gríðarlega mikilvægt að við gerum mikið úr þessari auðlind. Að okkur takist að laða fjárfestingar og tækifæri inn í orkuiðnaðinn. Við getum gert það með því að fá hærri verð fyrir þá orku sem við framleiðum með endurnýjanlegum hætti. Það hægt með ýmsum hætti, það sannarlega hægt með því að fá hærri verð í beinni sölu fyrir raforku, en það líka hægt með vottunarkerfum, með samstarfi við aðila sem hafa sannarlega áhuga og fá verðmæti út úr því að vörur þeirra eða þjónusta séu vottuð, að hún sé framleidd með endurnýjanlegum hætti. En annað atriði sem mjög athyglisvert að benda á og fáir gera sér kannski grein fyrir hversu ofboðslega dýr endurnýjanleg orkuvinnsla þegar það kemur að fjármögnun. Ástæðan sú að stofnkostnaður virkjana yfirleitt mjög hár miðað við rekstrakostnaðinn á meðan á rekstri virkjanirnar stendur. Og þá liggur ljóst fyrir að því lægri vexti sem þarf að greiða þeim stofnkostnaði, því hagkvæmari verður sá virkjunarkostur. Og það mjög gaman að fá að heyra hér á eftir frekari þróun í þá átt, meðal annars með útgáfu grænna skuldabréfa, sem að Íslendingar geta hugsanlega nýtt sér í meira mæli til þess að gera hagkvæmni, til þess að auka hagkvæmni í fjárfestingu í endurnýjanlegum orkugjöfum. Næsta áhersluatriði sem ég langar til að segja ykkur frá eru þau tækifæri sem að Ísland hefur til nýsköpunar í tengslum við jarðvarma sem við búum hér á Íslandi. Ég verð að biðjast afsökunar á næstu myndum, en þær eru verkfræðilegar en ofboðslega fróðlegar fyrir þá sem að hafa áhuga á þeim. Þessi mynd sýnir uppruna orku sem að rekja má til Noregs. Upprunin í Noregi, hann sést hérna vinstra megin, hvaða orkugjafum að ræða sem eiga uppruna sinna að rekja til Noregs. Hérna hægra megin nýtingin í Noregi. Það kemur ekki óvart að olía og gas koma miklu leyti til frá Noregi, hins vegar mest allt af þessu flutt út og miklu minni hluti notaður í Noregi. Það sem ég langar til að benda ykkur á þessari mynd að vatnsafl í Noregi notað á mjög hagkvæman og efficient hátt til þess að framleiða rafmagn. Hérna raforkustöð, Power Station. Það eru lítil töp sem þeir verða fyrir til þess að framleiða rafmagn til notkunar í Noregi. Þessi mynd tiltölulega óvenjuleg af því að Norðmenn hafa aðgang að miklu vatnsafli en náttúrulega flytja síðan út mikið olíu og gasi. Sambærileg mynd fyrir vestrænar þjóðir, hér komið mynd af Bretlandi. Þeir treysta mun meira á olíu og gas, en ennfremur gas og kol uppistaðan í orkuvinnslunni hjá þeim. Hérna eru raforkuvinnslustöðvarnar þeirra. Kjarnorka líka talsverður hluti hér inn. Hér eru meiri töp sem eiga sér stað við orkuvinnsluna í Bretlandi. Ástæðan sú að það svo mikið af kolum og gasi sem notað og varminn þegar þessi efni eru brennd til þess að framleiða rafmagn, hann tapast að miklu leyti. Og þess vegna þessi hluti hér í Páalósis miklu stærri heldur en hann hlutfallslega fyrir Noreg, það sem að menn nota vatnsafl. Þá
langaði mig til þess að biðja ykkur að velta fyrir ykkur hvernig þið teljið að myndin fyrir Ísland líti út. Hún hér. Það sem mjög áberandi og athyglisvert við þessa mynd hversu mikið við notum af jarðvarma til þess að afla okkur orku hér, en hversu gríðarlega mikið magn á honum tapast. Og ástæðan sú að það ekki hægt að nota, jarðvarmi notaður miklu leyti á Íslandi til þess að framleiða rafmagn. Það eingöngu hægt að nota ákveðið magn af hitastiginu til þess að framleiða rafmagn. Eftir það vatninu annaðhvort sleppt út í bláa lónið eða sett upp í lofthjúpinn eða reynt að dæla því hún í jörðina aftur. En mér langar til að fá okkur til að velta því fyrir okkur hvort að við teljum ekki að hér séu mjög mikil tækifæri í því að reyna að nýta þessi orkulind betur. Einhverjir gætu sagt að það séu ekki svo mikil tækifæri hér fólkið í þessu vegna þess að Bretar þrátt fyrir allt í svipaðri aðstöðu. Munurinn hér sá að kol og gas bæði orkuver þar sem þú þyrftir að byggja upp kerfi til þess að ná hitanum aftur til þess að nota hann. En það sem alvarlegra það að gas og kol koltvísýrings, það eykst útblástur koltvísýrings með notkun á kolum og gasi. Þessi jarðvarmi endurnýjanlegur. Og ef að við teljum að jafnanans Bill Gates, það sé eitthvað vit í henni, þá ættum við að reyna að fá aukin verðmæti út úr þessum endurnýjanleika okkar auðlinda. Allir í veröldinni til hagsbóta. Þannig að við hjá Landsvirkjun teljum að eitt af stóru verkefnum okkar hér á Íslandi til þess að eiga við hlýnun jarðar sé að bæta nýtingu okkar í jarðvarma. Að síðustu langar mig til að segja ykkur frá orkuskiptum í samgöngum og ástæðan fyrir því sú að þetta má segja að mörgu leyti til vandræðabarnið í heiminum þegar kemur að kolefnis útblæstri. Hér mynd orkunotkun í Bretlandi, heimilin, iðnaður og önnur notkun hefur minnkað útblástur sinn sem nemur í olíutunnum mælt, en samgöngur hafa aukist. Það að sumu leyti augljóst vegna þess að iðnaðurinn hefur að sumu leyti flust eitthvað annað og fólk þarf þá að flytja vörurnar frá Kína til Bretlands. En það líka vegna þess að við íbúar jarðarinnar, það vill til að við oft á tíðum þannig að við viljum fá fiskinn okkar ferskan eins og Brynhildur ment á, við viljum fá hann beint með flugi. Ferðamennska hér á Íslandi hefur áhrif á þetta líka. Samgöngunar eru atriði sem okkur hefur ekki tekist að ná tökum á í veröldinni. Það sem verra að við vitum ekki hvernig við getum farið að því. Þetta myndir sem ég sýndi ykkur áður. Veröldin að reyna að nýta sér rafmagnsstöðvarnar til þess að minnka kolefnisblástur. Olían hins vegar fer aldrei inn í rafmagnsstöðvarnar. Hún fer beint héðan og inn í transport sem hérna megin. Þannig okkur hefur ekki tekist að finna tæknina til þess að leysa þetta mál. Og þið sjáu það aftur á þessari mynd sem ég sýndi ykkur í upphafi, jafnvel þó svo að það sé verið að minnka útblástur á transportation, þá hefur árangurinn þar og fólk spáir því árangurinn þar sé mun minni heldur en okkur tekst að ná í raforkuvinnslu. Ennfremur þannig að með lækkandi olíuverðum verður það mun erfiðara að eiga við samgöngur og orkuskipti samgöngum vegna þess að það svo ódýrt að nota bensín að skipta yfir á endurnýjanlega dýrari orkukosti, það verður þá ennþá dýrara fyrir í kjölfarið. En til þess að skilja ykkur eftir með loka orð, að þá teljum við hjá Landsvirkjun að græn raforkuvinnsla sé stórt atriði í því að minnka kolefnislosun veraldarinnar. Og íslenskur orkuiðnaður í þeirri einstöku aðstöðu að vera allur endurnýjanlegur, þannig að við teljum að framtíð íslensku orkuiðnaðar sé mjög björt og við teljum að íslenskar orkuauðlindir geti búið landsmönnum hér bjarta framtíð á Íslandi. Og okkur Íslendingum ber að skapa okkur skýra stefnu það hvernig viljum við nýta þessar orkuauðlindir, landinu og allir þjóðinni til heilla. Og að síðustu vil ég sýna ykkur aftur myndina það af hverju við það að þessu. Ástæðan svo að við þurfum að gera betur til þess að ná þeim markmiðum sem að við teljum öll að sé rétt að setja okkur til þess að ná
til þess að halda aftur af hlýnun jarðar. Þakka ykkur fyrir.